Þá það 14. dagskrárliður starfsáætlun stefnuræða nefnda 2016, umhverfisnefnd. Það Dagbjört Elín Pálsdóttir, formaður umhverfisnefndar, gerir grein fyrir starfsáætlun nefndarinnar. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrir ári síðan, þegar ég flutti stefnuræðuna, þá fannst mér tilvalið að lesa upp textabrót og lagið Gaia eftir Amma Badama, þar sem áherslan var á við hugsuðum vel móður jörð, því við ættum bara eina. Mér fannst því ekki annað hægt en að halda uppteknum hætti og byrja stefnuræðina á einhverjum fallegum texta og langa mig með því, með leyfi forseta, að fara með stutt ljóð eftir Jónas Hallgrímsson. Ó þú jörð sem yndi þúsunda, blessu jörð sem ber blómstafi grunda, sárt að þú sekkur undir mér. Hef ég mig frá þér hér og hníð til þín aftur, mold sem mann sem sér, maggja við skaftur, sárt að þú sekkur undir mér. Þetta ljóð er nærri 200 ára gamalt og vísar í þá falleg jörð sem við búum á, en sárt sé að jörðin okkar sé að sökkva undan okkur. Nauðsynlegt er að umhverfismálin sé í stöðugur umræðu og við séum alltaf á tánum því við eigum jú bara eina jörð og öllu máli skiptir hvernig við ætlum að okkur að ganga hana. Umhverfismál eru því gífurlega mikilvægur málaflokkur og skiptir miklu máli að við förum saman og séum samtaka í þeirri vegferð að hugsa vel móður jörð. Þá umhverfismálum sem snúa að okkur. Til umhverfismála árið 2015, málaflokks 111, var varið 261 milljón króna í rekstur auk 100 milljón króna í sérstakt umhverfisátak. Tekjur af málaflokknum voru tæpar 5 milljón krónur. Listigarðurinn var rekinn með hefðbundum hætti á síðasta ári og ýmsir viðburðir voru í garðinum, svo sem leiksýningar, hluti dagskrár 17. júní og Akureyrarvöku ásamt dagskrá í tilefni 100 ára kosningaafmælis kvenna. Akureyrarbær sá alfarið viðhald og umhirðu grænna svæða, svo sem sáningar, grasslátt, gróðursetningar og trjá- og runnaklippingar á árinu og gekk það mjög vel. Bæði á Akureyri og í Hrísey var baráttunni haldið áfram við að hefta útbreiðslu skógakerfils og lúpínu. En alveg ljóst að það mjög erfitt verður að útrýma þeim ef ekki verið farið í markvissar aðgerðir og auki fjármagn sett í verkefnið. Vert er að geta þess að Tröllakvönn, öðru nafni Bjarnakló, er einnig mjög ágeng og auki hættuleg planta sem þyrfti að útrýma, en samkvæmt úttekt Náttúrufræðistofnunar fannst plantan á 100 staða í bæjarlandinu. Í ræktunarstöð bæjarins voru ræktuð í fyrra 43.000 sumarblóm sem gróðursett voru víðsvegar bæjarlandið, en mest áherslan er á miðbæjarsvæðið. Þá voru í ræktunarstöðurinnar ræktaðar bæði trjá- og runnaplöntur af ýmsum tegundum til útplöntunar í bæjarlandið ásamt 35.000 skógaplantna sem plantað var í Grænhætt-trefilinn norðan Glerár. Í fyrrasumar var haldið upp á að fyrir 35 árum voru kaflaskipti í sögu vestrænna þjóða. Í fyrsta skipti var kona kosin þjóðarleiðtogi í vestrænu ríki. Vigdís Finnbogadóttir var einstakur forseti, hjartahlý og umhyggjan geislaði af henni hvert sem hún fór. Hún er gríðarleg fyrirmynd fyrir konur og stúlkur á Íslandi eða reyndar í allri Evrópu. Eitt af ástríðum Vigdísar var skógrækt og var hún dugleg að setja henni í tré þar sem hún kom í heimsókn. Því var það vel við hæfi að í kvenfélagsreitnum sem kvenfélagskonu byggðu upp og gróðursettu þar tré og sinntu garðinum til ársins 1972 en afhentu þær trjágarðinn þá til Akureyrarbæ að þar er plantað niður trjám í tilefni dagsins. 3 birkitrjám var plantað niður af yrkjunni Emblu. 1 fyrir strák, 1 fyrir stúlku og 1 tré fyrir komandi kynslóðir líkt og Vigdís gerði í sínum heimsóknum. Matjurtagarðar voru líkt og undanfarin ár starfsræktir í tengslum við ræktunarstöðina og var aðsókn bæjarbúa í Garðland en það mikil að ekki var hægt að verða við óskum allra. Af því sem komið er af árinu 2016 hefur aðsókn þó farið dvínandi. Einnig er íbúum Hríseyjar og Grímseyjar boðið upp á matjurtagarða og er ásókn í þá góð. Rekstur opinna leiksvæða og boltavalla var með hefðbundnu sniði og í fyrra. Og rekstrarskoðun framkvæmdar reglulega ásamt aðalskoðun sem framkvæmd var í fyrsta skipti og var gerð af óháðum aðila. Niðurstaða aðalskoðunar sýnir að Akureyrarbær stendur sig vel í viðhaldi og eftirliti með leiksvæðum. Vinnuskólinn og sumarvinna með stuðningi var rekið með sama sniði árið 2015 eins og árið áður. Unglingar á aldrinum 14 til 16 ára voru 481 talsins sem svipaði fjölda árið áður. Fræðsla unglinganna nam það bil 16% af heildarvinnutíma þeirra.
Sumarvinna með stuðningi var einnig rekið með sama sneiði árið 2015 eins og ári áður og mættu til starfa 60 einstaklingar sem er töluverð fækkun frá árinu áður, en þá voru 89 einstaklingar í sumarvinnu. Rekstur meindýra og dýraeftirlits var hefðbundinn, en það annast eftirlit og skráningu hunda og katta. Dýraeftirlitið annast ennfremur vöktun og eyðingu á rottum, varfugli, ref, mink og kanínum. Til umhverfismála heyrða jarðeignir og búfjáreftirlit sem annast leigulönd bæjarins ásamt fjallgirðingu, landmerkjagirðingu, fjallskilum og vörnum gegn riðu. Í málaflokknum jarðeignir haldið utan útgáfu búfjárleiga og leigu beitarlanda. Verkefni umhverfisátaks voru mjög fjölbreytt líkt og undanfarin ár. Hverfisnefndirnar og hverfisráðin fengu 2 milljónir króna úthlutað og var þessum fjármunum ráðstafað til hinna ýmsu verkefna, svo sem uppsetningu frisbygolfvallar, útplöntun trjá- og runnaplantna, merkingar eldri húsa, kaup og uppsetningu á svokölluðum æslabelsk í Hrísey, grillaðstöðu, útikennslustofu, stígagerðar, kaup á götugögnum, útileiktækja, lýsingu í brekku sem ætluð til útivistar og fleira. Meðal annarra verkefni umhverfisátaksins var að ljúka endurgerð leiksvæðanna við Suðurbyggðavöll og Kambsmýravöll. Útplöntun í græna trefilinn var haldið áfram á haustdögum 2015 og gekk það verkefni vel, en óhjákvæmilega verður að fækka beitalöndum norðan Glerár enn meira svo skógaræktin nái fram að ganga. Rusladöllum og bekkjum var fjölgað í bæjarlandinu og verður því verkefni haldið áfram. Nýtt og glæsilegt grillhús var reist við Birkivöll í Kjarnaskógi og þar einnig nýtt leiksvæði með róli fyrir fatlaða og góðu aðgengi. Bifreiðastæði í tengslu við það svæði, strand Blakfellana og völundurhúsi var einnig klárað. Verið var að breyta deiliskipulagi Kjarnaskógar til að koma fyrir salernisaðstöðu í tengslu við Blakfellana og grill- og leiksvæðið við Birkivöll. Nú í ár verður steinagerðisvöllur endurgerður, grillhúsi gamla. Þá var unnið að gerð hjólreiðaslóða frá Hlíðarfjalli til Kjarnaskógar og mun því verkefni ljúka 2016. 50 milljónir krónum af fjármagninu sem veitt var til umhverfisverkefnisins árið 2015 fóru í framkvæmdir við stíginn meðfram Drottningarbrautinni. Framkvæmdir við fyrirhugaða brú sem reisa átti við stíginn á þessu ári ganga ekki eftir þar sem brýnni verkefni í forgangi. Búið að setja við stíginn 2 báta, bekki, lýsingu og falleg beð. Drottningarbrautastígurinn sem nú hefur þegar svo sannarlega sanna sig sem góð viðbót við útivistarmöguleika okkar bæjarbúa og gesta. Frá 14. apríl til 15. maí voru taldir 5.079 gangandi vegfarendur á Drottningarbrautastígnum og þessi tala líklega hærri þar sem margir ganga hlið við hlið. Friðunarferli í Glerárdal sem fólkvang lauk loks í gær, þegar umhverfisráðherra skrifaði undir friðlýsinguna með athöfn sem fór fram að skíðaskálanum í Hlíðarfjalli. Vinnuhópur var settur á stað á 150 ára afmæli Akureyrar árið 2012 og vann að friðlýsingu Glerárdals. Ég vil þakka öllum þeim sem sátu í stýrihópnum fyrir þeirra framlag ásamt öllum starfsmönnum og hagsmunaaðilum. Ég vil óska okkur til hamingju með þennan glæsilega fólkvang. Krossanesborgir eru einnig í góðu standi og eru stöðugt unnið að viðhaldi við stíga og merkingar svæðisins. Búið að koma fyrir teljar á svæðinu og fyrstu tölur 14. til 24. apríl eru að 752 hafa heimsótt svæðið frá nýju aðkomunni og sína tölu verða umferðum svæðið og það má einnig sjá á þeim fjölda sem skrifar í gestabók sem staðsettir í Fuglaskoðunarhúsinu. Farið var í sérstakt hreinsunarátak í bænum í samstarfi með heilbrigðiseftirlitinu og var samþykkt auka fjármagn í viðauka í það. Í fyrra var kostnaður 2,5 milljónir krónar en settar voru 3 milljónir krónur í átakið og áætlað að verja 2 milljónir krónum í ár. Fjármununum var ráðstafað sérstaklega til þess að halda bænum hreinum og án óæskilegra hluta, svo sem bílaflaka og fleira. Verkefni hefur gengið vel en ljóst að það verður að halda því áfram. Erfitt að segja til nákvæmt svifryksmagn hér í bæjarlandinu, þar sem mælar Umhverfisstofnunar hafi mikið verið að bila og aldrei náð einu heilu ári samfleytt í mælingum. Þess vegna erfitt að fulllæra loftgæði hér, en það þarf samt enga mæla til að sjá loftgæðin hér á Akureyri ekki viðunandi. Upp á síðkasti hefur borið á því að mæligildi stemma ekki við raunveruleg svifryk í loftinu og kom þá í ljós að mælir var enn á 8 bílaður og lítið að marka þær upplýsingar sem komi hafin á heimasíðu bæjarins. Nauðsynlegt fyrir bæjarfélagið að þessi þjónustu Umhverfisstofnunar sé áreiðanleg fyrir íbúa og gesti Akureyrar
og velti ég því upp hvort ekki sé öruggara að Akureyrarbær jafnvel eigi svifryksmæli sem virkar vel og gefur okkur rétta mynd af stöðu mála í bænum. Þannig hægt að skoða töluleg gögn og gera okkur mælileg markmið til framtíðar í loftgæðamálum þegar kemur að svifryki. Vinna við gerð loftslags- og loftgæðastefnu komin ágætlega á veg hjá okkur og mun svo vinna halda áfram. Hreinsun gatna fór óvenju snemma að stað í ár þar sem vorið kom óvenju snemma og bræddi snjó af götum þannig að hægt var að fara í það að sópa hálkuvarnarefni sem mikið var eftir veturinn af götum bæris og augljóst var hversu mikið svifryk var í loftinu sökum þess. Umhverfisnefnd hefur rætt hvaða möguleikar eru á notkun hálkuvarnarefna í bænum og hvort ekki sé rétt að grípa til annarra ráða en notaðir í dag. Örlítið hefur dregist úr því magni af almennu heimilsorpi sem fyrir urðin á Sölvabakka árið 2015 og voru það rúmlega 129 tonn á mánuði og dróst saman 3 tonn. Endurvinnsluefni af grenndarstöðunum hafa aukist lítillega milli áranna og voru rétt 66 tonn að meðaltali á mánuði árið 2015 en voru 64 tonn árið 2014. Lífrænn úrgangur sem fer til jarðgerðar í moltu mjög svipar milli ára eða 63 tonn að meðaltali á mánuði. Kostnaður við sorphreinsun, gámavöll og sorpeyðingu var samanlagt 277,3 milljónir króna en áætlun fyrir árið 2015 gerir ráð fyrir að tekjur vegna sorphreinsun og förgunargjalda 279 milljónir. Gjöld stóðu því í fyrsta skipti undir kostnaði. Sorphirðugjöld á hverja fasteign árið 2015 voru 37.200 en þetta var talsverð hækkun frá árinu undan og var gerð með þeim tilgangi að ná tökum á eyðingarkostnaði og úrgangi sem til féll á gámavilli bæjarins og auka endurvinnslu en til gamans má geta þess að sorphirðugjöldin lækkuðu örlítið núna í ár. Á síðasta ári var farið í miklar endurbætur á gámavillinu meðal annars með stækkun svæðisins, breytingar gerðir að aðkomu svæðisins til að auðvelda umferðarflæði og í júní voru tekin í notkun svokölluð klippikort sem voru send til eiganda fasteigna Akureyrarbæjar. Framvísa þarf klippikortinu við komu gámasvæðisins þó svo ekki sé af því klippt nema fyrir losun á gjaldskyldu efni. Áramót var hægt að nálgast ný klippikort en eldri kort gilda þá áfram. Gerðar voru breytingar á hvernig íbúar fengu klippikortin í hendurnar en áður höfðu klippikortin verið send til eiganda fasteigna Akureyrarbæjar með misgóðum árangri. Í ár ákvað við að íbúar þyrftu að sjá sjálfir að koma niður í ráðhús til að nálgast þau og hefur svo ákvörðun reynst vel. Ákveðið var að breyta ekki klippikortinu þar að klippikortið yrði áfram samtals 4 rúmmetrar. Miðað við ásókn í ný kort ljóst að margir eiga enn eftir klipp á sínum kortum. Þessar breytingar hafa gengið vonum framar og virðast íbúar ánægðir með nýja fyrirkomulagið. Kostnaður við eyðingu úrgangs af gámavilli hefur lækkað 25%. Þess ber þó að þakka bæði íbúum og starfsfólki gámasvæðisins fyrir hversu vel tókst og þó sérstaklega fyrir hjálpina, samstarfið og árangurinn. En án samvinnu allra hefði þetta ekki tekið svona vel upp. Ekki tókst að fara í endurbætur á gámavillum í Hrísey og Grímsey eins og til stóð síðasta ári. Fyrirhugað að fara í gang með framkvæmdu endurvinnslustöð í Grímsey nú í þessu mánuði og verður henni væntanlega lokið fljótlega nú í sumar. Hvað varðar Hrísey þá var upphafleg hugmynd að sameina 4 starfsemar undir eitt þak og þar þó gert ráð fyrir endurvinnslustöð í því húsi. Á aðalfundi Hverfisás þá sýnist öllu að það séu hverfandi líkur á að þetta verði lausnin og að væntanlega verði moltuhúsinu Jóru breytt í endurvinnslustöð. Í kjölfarið hefur verið farið í kynningarátak með því fyrir markmiði að auka og skerpa flokkuna. Ákveðið var að fá enn 4 í þessa vinnu og þá í samvinnu með moltu og flokkun. Farið var að útbúa skjáauglýsingar, myndbönd, auglýsingar í blöðin og þessi vinna enn í gangi. Eitt stærsta verkefni sem við erum í gangi núna vinna við umhverfis- og samgöngustefnu Akureyrarbæjar. Í dag hagsmunaaðilinn að klára umsagnarferli og mun á næstu vikum fara í umsagnarferli til nefnda. Áætlað að stefnan verði tilbúin í haust. Stofnað var starfshópur og skipaðir voru 2 fulltrúar frá skipulagsnefnd, 2 fulltrúar frá framkvæmdaráði og 2 fulltrúar frá umhverfisnefnd. Og af þessum 6 fulltrúum þá 1 fulltrúi frá hverjum flokki sem situr í honum. Fyrsti fundur hópsins var 20. október á síðasta ári og hafa verið haldnir 7 fundir. Mikill einhugur hefur verið í nefndinni og hefur hópurinn unnið vel saman. Stefnan tekur á loftgæðamálum, endurlítanlegum orkugjöfum, grænum svæðum, opnum svæðum, útivistarsvæðum, strandsvæði, endurvinnslu, upplýsingagjöf, fræðslu, samgöngum, bæði vélknúnum,
hjólreiðum, almenningssamgöngum og gangandi vegfarendum. Megin markmið stefnunnar að stuðla áframhaldandi góðu starfi á þeim stöðum sem vel standa sem og leggja grunn að þeim nýju verkefnum sem kalla eftir athygli hverju sinni. Samgönguvikan var haldin síðasta haust í 4. skipti hér á Akureyri. Samgönguvikan hefur stækkað með hverju ári sem við byrjum og stendur hún yfir í tæpa viku. Dagur íslenska náttúru og alþjóðlegi bíllausi dagurinn samtvinnast inn í samgönguvikuna. Margir viðburðir voru í boði nú síðast eins og göngu- og fræðsluferð Óshólma, Eyjafjarðarár og fólkvanginn í Krossanesborgum, stæðæði, hjólaferð fjölskylduna sem enda á Ráðhústorgi með grilli og ýmsum kynningum á vistvænum ökutækjum og hjólum, ljósmyndasýning með veglegum vinningum og haldi var hjólreiðamönd fyrir botnin. Hjólreiðafélag Akureyrar kom mikið inn í vikuna hjá okkur og skipulega meðal annars hjólalestir frá grunnskólum bæjarins inn á Ráðhústorg og hjólreiðamóti fyrir börnin. Tekna voru í notkun hjólreiðastandar sem umhverfisnefnd lét útbúa og settir í miðbæinn ásamt viðgerðarstand fyrir reiðhjól. Frábær viðbót fyrir hjólreiðamenningu bæjarins. Samgönguvikan verður haldin aftur í haust með svipuðum hætti og áður hefur verið gert. Loftslagsráðstefna Vinabæja Akureyrar haldin ár hvert og í fyrra var hún haldin í Rannisdanmörku 27. til 29. maí. Í ár svo komið að okkur að halda ráðstefnuna. En fyrra komum við með hugmynd að þema ráðstefnunnar væri CO2 neutral, how do we do it? Með það þema að leiðarljósi verður ráðstefnan skipulögð og mun hún verða haldin í byrjun október á þessu ári. Á ráðstefnunni verður einnig tekið fyrir með framhald þessara samvinnu en þetta í annað sinn sem hún haldin hér frá því að samstarfið byrjaði árið 2007. Mikið og metnaðarfullt starf hefur átt sér stað á þessum Vinabæja ráðstefnum og samvinnan, upplýsingarnar og hugmyndavinnan skila okkur mörgu. Eins og fram hefur komið hér, það margt að vera í umhverfismálum og óhætt að segja að þessi málaflokkur eigi bara eftir að vaxa og mikilvægt að við hlúum vel á honum fyrir komandi kynslóðir. Takk fyrir. Takk fyrir. Elín Pálsdóttir, formaður umhverfisnefndar, hefur lokið máli sinni. Orðið er laust. Valdimar Valdimarsson, bæjarfulltrúi, biður um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, að sama tilefni fyrir ári undir stefnuræðu formanns umhverfisnefndar þá gerði ég söfnun endurvinnsluefna að umtalsefni og eins og Kató gamli forðum þá vil ég endurtaka þá hvatningu sem ég flutti þá. Einnig þeirra skoðanir að þeirra núverandi flokkunarkerfi var sett upp og ákvörðun tekin grenndarstöðvar í stað endurvinnslutunnu við hvert heimili að sú ákvörðun hafi verið mistök. Ég vil þess vegna hvetja aftur til þess að þegar núverandi samningi lýkur og við væntanlega semjum framhaldið að þá verði grenndarstöðvarnar lagðar niður og samið endurvinnslutunnu við hvert hús eins og með annað heimilissorp. Núverandi kerfi að mínum mati vont. Það vont fyrir fólk sem til dæmis vil kjósa sér bíllausan lífsnota. Þetta vont kerfi fyrir þá sem eru hreyfihamlaðir eða aldraðir. Og í raun og veru þrátt fyrir að það eigi að vera í göngufæri á alla grenndarstöðvar að þá samt sem áður framkvæmdin svo að það vonlaust að vinna við þetta kerfi nema að vera með bíl. Og það svo sem til kapítalísk lausn á þessu og hvað sem trúið ekki að þá ég bara alls ekki hrifinn af henni. Að það að einstaklingar geta keypt sér þessa þjónustu, þeir sem vilja og geta, en hún dýr. Þess vegna held ég að þessi þjónusta sé betur veitt á ódýrari hátt og áhrifaríkari á samfélagslegum grunni fyrir bæinn allan og þá held ég að við munum taka stórt framfaraskref. En í heildina að þá getum við Akureyringar verið bara býsna stoltir af hvernig við framkvæmum þennan málaflokk. Eins og glöggt má heyra af mjög góðri skýrslu Dagbjartar Pálsdóttur, formanns umhverfisnefndar, sem ég vil þakka kærlega fyrir og mjög góð. Takk. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Logi Einarsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Örstutt. Ég ætla að byrja á því að þakka Dagbjörtu fyrir mjög gott yfirlit og hún gerði náttúrulega nokkuð greinagóða lýsingu á starfseminu á árinu.
Ég hér bara til þess að minna rétt á það að Akureyrarbær að taka í rauninni forystu í umhverfismálum og við megum ekki gleyma aðkomu Vistorku að því og öllum þeim fjölmörgu verkefnum sem er á hennar snærum. Og það væri alveg efni í eina heila umræðu að ræða kannski málefni Vistorku svona einhvern tímann í framtíðinni. En ég vil líka taka undir með Baldvini. Mér hefði fundist að við ættum að skoða leið A eins og hún hét þá, að vera með endurvinnslutunnur. Sjálfur ég með svoleiðis fyrirbæri og borga fyrir það 1000 kall á mánuði eitthvað. Það ekki allir sem að geta það. Og ég býst við að hin leiðin yrði eitthvað aðeins ódýrari fyrir hvern og einn. Þannig að ég hvet til þess að við skoðum það vel. Logi Már Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sóli Björk Stefánsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég tek undir þakkir til Dagbjartar Pálsdóttur fyrir greinargóða yfirferð á málum sem að heyra undir umhverfisnefnd og ég tek sömuleiðis undir sársaukann sem hún lýsir í gegnum ljóð Jónasar að sárt sé að horfa á jörðina sökkva undir sér af því að það er sárt og ég bara svona velti fyrir mér hvort að það að hvort við séum að ræða þessi skipti máli. Við erum að tala um listigarðinn, við erum að tala um færum bæjarins, ágengategundir, leiksvæði, vinnuskóla, dýraeftirlit, leigulönd bæjarins, grillhús, hjólreiðaslóða, stígalagningu, útivist og bílflög. Við erum auðvitað líka að ræða svifryk og græna trefilinn og auknaflokkun og samgöngumál. Sumt af þessu finnst mér bara, ég myndi gjarnan vilja fókusa umræðuna annað. Ég myndi gjarnan vilja að við tölum hvað ætlum við að gera í þessu með svifrykið. Hvernig er planið með græna trefilinn? Erum við með einhver markmið í til dæmis að vera kolefnislaus bær? Það hefur heyrst eins og bæjarfulltrúi Logi benti á það er nú búið að stofna fyrirtæki sem á að taka þeim málum, en þetta er umræða sem þarf að koma hingað inn, finnst mér, undir umræðum umhverfismál. Ég sakna þess að við séum ekki að tala að vinna gegn plastnotkun. Við sitjum á bæjarstjórnarfundi og drekkum gos úr hálfslíters plastflöskum. Og meðan við tölum að vera hversu leiðilegt að sé að sjá jörðina sökkva undir sér. Hér höfum við fyrirmyndir eins og til dæmis Háskólann á Akureyri sem hefur sett sér mjög fína umhverfisstefnu og þar má sem dæmi nefna að þegar að starfsfólk Háskólans á Akureyri leigir bílaleigubíla til innanbæjarnota í Reykjavík þá er skilyrði að það séu leigðir rafmagnsbílar. Ég myndi bara vilja sjá ykkur gera svo mikið betur en þessi málefni sem að Dagbjört fór yfir er ekki eitthvað sem skiptir ekki máli. Þetta er bara alls konar smáverk og hlutir sem þarf að vinna. Ég er bara svona að velta fyrir mér hvert við erum að horfa. Hvað finnst okkur skipta mestu máli? Akureyrar er að taka forystu í umhverfismálum. Það er rosa gott. Ég er búin að heyra þetta dálítið oft. Ég á pínu erfitt með að átta mig á því nákvæmlega hvernig við erum að gera það og ég myndi gjarnan vilja fá þá umræðu hingað inn. Mér finnst skipta gríðarlegu máli að við sem að sitjum í bæjarstjórn reynum að hafa áhrif á umræðuna út í bæinn og það sé mjög skýrt og við séum mjög metnaðarfull markmið en við séum að huga að stóru hlutunum og litlu hlutunum en þó í þessu samhengi að við viljum koma í veg fyrir að jörðin sé að sökkva undan okkur. Ég myndi gjarnan vilja heyra þetta mikla og metnaðarfulla starf sem hefur átt sér stað á vinabæjarráðstefnum og hvernig samvinnan og upplýsingarnar og hugmyndavinnan hefur skilað okkur, hverju hefur hún skilað okkur, hvað erum við að gera, hvað erum við að taka út úr þessu. Mér finnst það bara skipta svo miklu máli. Ég tek undir með bæjarfulltrúa Baldvin að ég tel að grenndarstöðunar hafi verið mistök og ég tel líka við ættum að leggja þetta niður þegar kemur að endurskoðun þeirra samninga.
Ég tek nú reyndar ekki undir að vonlaust sé að vinna með þetta kerfi nema að vera bíl. Ég persónulega vinn ágætlega með þetta kerfi að fullt af fólk sem gerir það, en það samt sko fullt af fólki sem gerir það ekki og það sem skiptir öllu máli að hvetja fólk til þess að nota það. Og við verðum að fá alla bæjarbúa í lið með okkur í þessum málum. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Njáll Trausti Friðbertsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara að byrja að þakka formanni umhverfisnefndar fyrir fína skýrslu. Við höfum svo unnið saman í starfshópum einmitt tengt þessum málum, bæði í hvað notum við bara í SORP-hópnum hérna árið þegar við vorum að endurskoða varðandi klippikortin og gámavelli, og það er mjög gaman að sjá hversu góður árangur náðst þar. Þarna er verið að tala 25% lækkun á kostnaði við rekstur gámavalla, og allir það sé þá ekki svona eftir minni gæti verið 10-12 milljónir í svona miðað við það sem við vorum upphæðir. Þetta geti verið kannski 1 milljón á ári sem hafi sparast bara með þessum hætti, og það er mjög ánægjulegt að sjá hversu góð árangur náðst í því. Ég vil taka undir, eins og við margoft talaðum hér áður, að núverandi sorpkerfi, eins og við erum með bænum í dag, með Grendavöllunum og hvað segjum við, 2 tunnu kerfi í staðinn fyrir 3, að það er sem sagt samningur rennur út, ef ég man rétt, 1. desember 2018, þannig að það er 2,5 ár eftir í því, og þá er líka takið til samhengi þá umræðu sem við áttum hérna í vetur þegar vorum að samþykkja þessa viljayfirlýsingu samstarfið í sorpmálum á öllu Norðurlandi, frá Hrútafirði og Langanesi, og áttum í framhaldi af því bara fyrir, ætlaði ekki verið í mars apríl, fína fund hérna þessara sveitarfélaga þessi málefni. Það sem við vorum að skoða urðun, moltugerð og brennslu og reyna semst að vera semst raunverulega út frá þessari viljayfirlýsing sem þessi 19 sveitarfélög, svo það gerir ykkur, 19 sveitarfélög, 18, að menn myndu ná sameiginlega sín á hvernig að standa þessu hlutum. Og raunverulega koma viljayfirlýsingur sem öll þessi sveitarfélög hafa samþykkt yfir að framkvæmda stig. Og þá er líka mikilvægt, við hér á Akureyri erum cirka helmingurinn af íbúðum nákvæmlega eiginlega á þessu landsvæði. Þannig að auðvitað er okkar hlutverk svolítið leiðandi varðandi magn og hvernig við sjáum þetta fyrir okkur. Og 2,5 ár hefur verið að fljóta að fara, ég er búin að tala þetta mjög reglulega þessu kjörtímabili, en nú er þetta 2,5 ár í að samningur rennur út. Og þá verður líka, við þurfum eiginlega að fara að ná það heildarsýn, þess að það kom fram eiginlega þeirri ráðstefnu eða fundir sem við héldum hérna þessi mál hérna með þessu sveitarfélaga, að það yrði einhvern svona, menn myndu ná einhvers konar sameiginlegri sýn. Þetta er alltaf einfaldara ef menn væru að gera þetta eins sem víðast. Þannig við værum ekki hérna með þetta og þá raunverulega bara eins og ætlum við að halda áfram að keyra sorp í urðun á Sölvabakka til Norðurár. Hvar ætlum við að brenna? Þetta er umræða sem tengist hérna brennslu umræðinu sem var hérna vandi sláturleyfishafa, og síðan moltugerðinu, og þetta við komið mjög langt í þessari moltugerð hérna Eyjafirði, og þetta að vera áratugur síðan svo framleiðsla hófst, svolítið að verða það, styttist í það, og það gengið ágætlega. Þannig að ég vil endilega hvetja okkur þetta góður að verka, við förum að huga þessu hvernig við ætlum að hérna, og reyndar hélt ég að þegar sorphirðuhópurinn var skipaður á sín tíma, að hann myndi kannski halda bara áfram síðan í þessa vinnu eftir að við vorum búin að klára þetta með gámavöllin, að marka þessa sýn hvernig sveitarfélagi myndi sjá þessi mál fyrir sér. Það gekk nú bara mjög vel svo vinna í þeim hópi á sínum tíma. Varðandi svifryksmælingarnar, þetta er náttúrulega alveg ótækt hvernig það hefur verið hérna síðustu ár, og ég velti bara, datt að huga, þegar var að hlusta einmitt á ágæta ræðu hér áðan, formanns umhverfisnefndar, að Umhverfisstofnun, sem sagt, hún kemur með hennar mæli og þeir hafa sjálfur verið að fylgjast með mælunum, hvort að það væri eitthvað með hægt að koma þannig að við hefðum bara betri aðgengi að fylgjast með að græðurnar væri að virka.
ef við hefum að halda áfram með þessu ferli að þeir sjáum að kaupa þetta eða einhver megin að hvernig við getum breytt þessu. Það er náttúrulega mjög mikilvægt að þessu sé haldið þessum upplýsingum sé haldið á lofti og við vitum hvað er að gerast í þessu málum. Og inn í þetta, ég minni að við heyrtum einhverju viðtali daginn að í dag varðandi nagladekkjanotkun þá er þetta 70% á Akureyri sem nota nagladekkin en 30% í Reykjavík. Auðvitað er þetta mörguleiti meiri vetraraðstæður hjá okkur og allt það og kannski brekkur og annað, en bara áhugavert svona inn í umræðuna. Og græni trefillinn, ég ætla nú ekki að missa það því tækifæri að minnast á hann og bara ég myndi nákvæmlega eins og Sóley Björk bæjarfulltrúi kemur inn á að sé bara mörku sýnin. Ég kom upp áður hérna og var búinn að kostnaðarinn einhvern tímann að þetta getur verið 80 milljónir, segja það virklega í fyrra, þannig að það verði ekki 75 þá eftir það sumarið og 70 eftir þetta, þannig að við erum að setja 5 milljónir ári í plöntuðu gróðursetningar og ég var ekkert að segja þetta getur verið, í fyrra held ég að tala 16 ára, það getur verið 15 núna. En að sama skapi þurfum við að móta sínina, þá vorum við með að tala 250 hektara norðan við á, búið að gróðsetja 200 fyrir sunnan á það í Kjarnaskógi, Naustaborgum og Eyrarhálsi, en ætlum við að gera meira upp Glerárdalinn eða hvað? Það er líka sú sýn sem hvernig við sjáum það fyrir okkur og væri náttúrulega áhugavert ef umhverfisnefnd myndi fara að huga að því hvernig sú sýn ætti að vera. Metan, það kom inn á það, náttúrulega höfum við með mjög metnaðarfullt verkefni þar í gegnum Norðurorku og við vitum náttúrulega metan að hauka sig mjög hvarfgjörn lofttegund og á móti CO2 þá er þetta koltvísýringi, þá er hún 21 sinni hvarfgjörnari. Þannig að það bara að bílar gangi á metan hver og einn er bara ótrúleg, það er bara mikil umhverfismál í sjálfu sér. Og við náttúrulega höfum verið með og menn hafa ræða hérna með og boðið út raunlega að kaupa metanvögnum, strætisvögnum. Það er bara heilmikið umhverfismál hver strætisvagn sem gengur á metani. Og menn hafa rætt þetta fram og tilbaka og það sveitarfélagið hefur boðið út nýlega í útboði að allir sér að kaupa metanvagna. Vistorka, þetta er alveg rétt það sem Bæjarfulltrúi Logi kemur inn á. Við erum með mjög metnaðarfull verkefni sem tengjast bænum í gegnum Vistorku og líka í Norðurorku. Men það er nýbúið að samþykkja nýja umhverfisstefnu fyrir Norðurorku. Og bara mjög metnaðarfull markmið. Og þannig að Vistorku dæmi, ég er bara sammála því, við ættum endilega að fara að skella umræðið þessi umhverfismál og við reyndar höfum tekið á þessu kjörtímabili bara mjög fljótlega eftir við tókum nýju kjörtímabili, þá tókum við bara fína umræðu umhverfismálin og þetta er bara sjálfsagt að ferja með huga því að taka það upp á nýja leik. Við getum glaðst yfir því að hraðhleðslustöðvar voru teknar á notkun bara nú í síðasta mánuði við Hof og Glerártorg, ákveðið skref í þeim málum. Umhverfis- og samgöngustefna, hún er komin langt í ferli og sjálfsagt þarf að styttast ef hún verið tekin upp fyrir hérna í bæjarstjórn. Það er komið víða við og en þetta er bara gríðarlega spennandi málaflokkur og það er bara allt í lagi að halda því til haga að undanfarin ár hefur verið tekið vel á þessum málum og ég held að sé almennur áhugi á þessum málaflokki hérna í sveitarfélaginu og ég vil meina að við séum bara leiðandi í þessu starfi með sveitarfélag, við erum bara stolt af því en það er nóg að taka og bara við vonandi bara erum saman en ég held við ættum kannski bara rétt í lokin að fara að virkja þetta með sorpmálin að virkja hennar sorphirðuhóp eða sorphóp eins og við sinna þessu sorpmálum til að ná utan það 2,5 ára ekki lengi að líða og þið þyrftu nú að vera svolítið vel áður en að kemur að því að þessu samningi rennur út, það þarf að fara í útboð mögulega og allt það sem því fylgir að reyna að hafa tíma fyrir okkur og ég held að það hljóti nú að fara bara með haustinu að menn fara að vinna í þessum málum, hver sýnin er að vera til framtíðar. Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Reybarsson hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Eva Hrund Einarsdóttir bæjarfulltrúi beðið um orðið.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil eins og aðrir þakka Dagbjörtu kærlega fyrir hennar ræðu og það einstaklega gaman að hlusta á hana líka. En það nokkur atriði sem mig langaði að fara yfir. Hún kemur inn á svifryksmælinn. Mér langaði hans að spyrja hvort að það eitthvað búið að ræða stefnuna í því. Á að kaupa nýja mæli, hver kostnaðurinn, hvað ætlum við að gera? Því þetta, maður finnur alveg það mikil umræðum í bænum og fólk óánátt að fá ekki rétt svör. Með gámavellina, ég hef ekkert heyrt annað en fengið jákvæð viðbrögð við breytingarnar sem hafa verið gerðar þar. Þannig að mér finnst það bara hafa verið mjög jákvætt skref og þannig að það gott mál. Hvað varðar lífrænan úrgang og moltu, ég ræddi þetta líka á fundi þar sem við tókum umræðum loftslagsmálin og kannski ljósið þess að núna molta rekin með hagnaði að þá held ég við þurfum að fara að huga því að gera það jöfnu fyrir fyrirtæki að það kostiðu ekki meira að skila í lífrænum úrgangi heldur en að skila því inn óflokkuð. Það hefur ávallt verið dýrara fyrir fyrirtæki að skila þessu óflokkur heldur en ekki. Þó munurinn sé ekkert mikill, þá er þetta samt aftur að fyrirtækjum að taka þetta skref. Þannig að ég held að við þurfum að skoða þetta og fá fyrirtækin með okkur í lið til að því ég held kannski heildina litið að þegar við erum bara komið með meira magna þá verður þetta jöfnu, það verður bara jákvæðara fyrir okkur. Þannig að ég hvet Dagbjörtu að fara með það inn í umhverfisnefnd og ræða þetta þar. Já, ég ræddi líka og kom inn á síðasta fundi eins og Sóli Björk. Mér finnst háskólinn algjörlega til fyrirmyndar og við ættum að skoða einmitt betur það sem þau hafa verið að gera. Þau eru ekki bara með þetta með rafmagnsbílana, þau eru með rosalega flotta sorpflokkun hjá sér, að gróðursetja tré, vistvæn bílastæði eins og reyndar við erum að gera líka. En og eins eru þau að hvetja mikið til að nýta fjarfundabúnaði í varðandi fundi og staðinn fyrir að vera endalaust á ferðalögum á milli landshluta. Því það var að tala fegrunar átök víðsvegar, þá langaði mig að minnast á eitt, aðkomuna til Grímseyjar. Ég og bæjarfulltrúi Sigríður Huld fórum til Grímseyjar og hittum þar bæjarbúa og vorum þar með viðtalstíma bæjarfulltrúa. Og þetta var eitt af þeim málum sem komu þar fram að íbúar óska eftir því að það verði gert fegrunar átak þar á bryggjunni. Þannig að það bara komið sér til stíla til umhverfisnefndar. Við skulum sjá. Ég held að ég sé nú ekki með meira í bili, nema kannski við ættum að minnast á því að ég sitt nú í stjórn Eyþings að 50. næstkomandi stofnfundur fyrir verkefnið EIM sem samstarfsverkefni Landsvirkjunar, Norðurorku og Eyþings og það verkefni sem meðal annars ætlað að styðja við og stuðla við margs konar nýsköpun og aukinni sjálfbærni samfélagi á svæðinu og fjölnýtingu á Norðausturlandi, þannig að þeir sem hafa áhuga á því ættu endilega að mæta. En annars þakka ég bara aftur Dagbjört fyrir mjög góða yfirferð. Hefði reyndar eins og oftast í þessum stefnuræðum vilja sjá meira hvert stefnan en yfirferðin yfir það sem liðið var mjög góð. Bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls Guðmundur Baldur Guðmundsson bæjarfulltrúi. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ætla ekki að lengja umræðuna mjög mikið en langaði samt til að koma þetta upp út af ýmsum málum og taka undir með fyrsta lagi öllum sem hafa hrósað Dagbjörtu fyrir hennar framsögu sem var afskaplega góð og skemmtileg nálgun hjá henni og mér þannig að ég tek bara undir þær uppskýr en varðandi málum sem hafa komið fram að þá náttúrulega stórt mál sem er sorpflokkun okkar á kerfi sem var samþykkt á sínum tíma og ég studdi með þáverandi meirihluta að fara út í þá flokkun sem við erum með í dag. Mér hefur fundist takast ágætlega og ég er ekki sammála því sem kom fram í máli Baldvins eða Kató gamla hér áðan að hann hefði
skal ég segja að þetta væri erfitt kerfi, mér finnst að þetta hafa gengið bara nokkuð vel, en hins vegar mjög mikilvægt að við setjumst niður og skoðum þetta gaumgæfilega, vegna þess að eins og hefur komið hér fram þá styttist í að þessi samningstími að renna út og við þurfum að velta fyrir okkur raunverulega hvað við viljum gera í framhaldinu, hvort að þessi leið sem við erum með í dag er framtíðarlausn eða hvort að menn vilja sjá aðra lausn með þá 3 tunnuk kerfi eða hvernig sem menn vilja sjá það. Þannig ég tel það mikilvægt að við förum að vinna þessa vinnu og það, eins og hefur komið fram, þurfti bara helst að byrja í haust. Varandi svifryksmælinn sem að menn hefur mikið að tala um, þá satt ég nú hér í framkvæmdaráði daginn og spurðist fyrir þetta. Það alltaf verið að tala hann sé bilaður og hann í láni og svo framvegis og í kjölfar fundarins sendi ég á fyrirspurn bara á bæjarstjóra þar sem ég vildi bara láta kanna hvort við getum ekki keypt þennan mælur átt sjálf. Það getur ekki legið það mikill peningur í þessu að við getum keypt eitt mæli þannig að við getum þurftum ekki alltaf verið komin háð umhverfisstofnun eða hvaða stofnun sem sér þennan mæli. Þannig ég held að sé nauðsynlegt að við skoðum það hvort að við eigum ekki bara að eiga þennan mæli. Það er líka gaman að því í rauninni að í máli fólks hér hefur komið fram hversu vel okkur hefur tekist til í mörgum málum. Menn hafa nefnt hér eins og gámavellina, þetta klippikorts og umgengni á gámavellum, hún er orðið sem allt önnur heldur en var og kostnaðurinn orðið minni og það er virkilega ánægilegt hvernig hefur tekist og mér finnst almennt bæjarbúar að vera mjög ánægðir með þetta. Eins með vistorku, það er eitthvað sem við settum á laggirnar og hefur tekist afskaplega vel og við ætlum að reyna að nýta betur og það er ánægilegt að það er allir sammála þessu hér sem sitja hér í bæjarstjórn og bæjarbúar eiga að geta verið stoltir af þessu verkefni okkar og við eigum bara að auglýsa svolítið meira. Við eigum að vera svolítið stolt af því sem vel er gert. Það er ýmis mál sem að kannski, mér finnst við þurfa að taka og skoða betur. Við erum mikið að bera sand hér í bænum og það kostar rík og svo náttúrulega það nagladekkin sem hafa komið fram að við erum að nota mikið af nagladekkjum og kannski það, ef við bærum meiri sand þá við kannski nota minna nagladekkjum. En hins vegar finnst mér bara eitt sem við höfum kannski mættum í rauninni kannski vera með meira áróðum að menn taki nagladekkin fyrr undan bílum sínum á vorin. Menn eru keyrandi út allar mæ á nagladekkjum, það er ekki eins og það þurfi. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum kannski að huga að skora á fólk og vekja fólk til umhugsunar það hversu nagladekkin eru umhverfisspillandi. Og það er akkúrat líka það sem að bæjarfulltrúinn Njáll kom inn og hann sagði að það væri mikill áhugi manna í bænum á þessu umhverfismálum og ég held að sé alltaf mikilvægt samt sem að hamra á því. Við höfum alltaf verið að hamra á því hvað við erum að gera vel og hvernig við getum gert hlutina betur. Þannig að við getum verið í farabrotti eins og við hefum viljað vera og eins og ég tel okkur vera. Þannig að þetta er svona bara hluti sem mér finnst að við þurfum að koma og ég ætla ekki að vera að lengja umræðuna mikið með þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Næst er það bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég byrja að þakka formanni umhverfisnefndar fyrir fína yfirferð. Það nú eiginlega allt komið fram sem ég ætlaði að tala sem er bara ágætt. Mér langaði svona aðeins að ýta kannski á 2 mál. Það var aftur, það allir búin að tala svifryksmælana. Ég hef svolítið á tilfinningu þeir eru bílar því maður veit ekkert hvað maður ætla að gera ef þeir eru að sína alltaf mikið svifryk. Við erum, ef við ætluðum okkur raunverulega að mæla svifrykið, eða svona þetta er bara mín tilvikin, hvaða aðgerð höfum við, hvaða áætlun höfum við ef við fyrir yfir? Við erum ekki meðnir á svona aðgerð hvernig við ætlum raunverulega að takast á við svifryks of mikið svifryk. Það er bara svona, ég hef upplifað það. Og þó ef við Akureyrarbær ætlum að kaupa svifryksmælana þá bara myndi ég snúa mig til formanns bæjarráðs. Það getur vel verið þessi annað. En svo langaði mig aftur að spyrja og mér finnst það mjög göfugt verkefni að vera svona kolefnisjafna umhverfið og vera CO2 minnka þá notkun meira heldur við erum að gera og ég myndi gjarnan vilja og teka undir Sólu, ég vildi heyra hvernig erum við að nýta okkur þessa vinabæheimsóknir og þessar loftslagsráðstöðnur. Og svo nú jákvætt líka að þessi umhverfismál, þetta orðið svona bara hluti af okkar eðlilega umhverfi í dag. Þetta er ekki svona öfgafullar ræður hér þar, við erum öll orðin meðvituð þetta sem ég finnst
bara jákvætt. Ég held að allar nefndir hugsa þetta stanslaust. Þetta allt sem við gerum, þá hugsa við umhverfið og erum að gera grænfánar í skólum og ýmislegt. Þannig að ég vil bara þakka bæjarbúum hvað vel hefur tekist til og bara hvað gengur vel í þessum málum. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Logi Einarsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég býst nú við að bæjarfulltrúi Preben hafi sagt þetta í einhverju bríaríi. Auðvitað er það ekki þannig að menn séu að plata með þessu. Ef að mælarnir eru bilaðir, þá eru mælarnir bilaðir. Og hvað gerum við ef þeir fara yfir, segirðu? Það er kannski ekki hægt að gera neitt á mínútunni eftir. En þú svaraðir spurningunni. Þú lýstir yfir stuðningi við kolefnishlutlaust Akureyri. Og ég meina það er markmiðið sem við erum að stefna að meðal annars til þess að ná niður svifryki, vegna þess að stórir þættir í því að ná niður svifryki er þétting byggðar, sem sum okkar voru að samþykkja hér áðan. Það er að leggja áherslur á almenningssamgöngur. Það er að auka möguleika á hjólreiðum, göngustígum. Og þetta er allt markmið sem eru býsna nákvæmlega skrifuð niður á verkefnalista Vistorku og umhverfisnefnd og framkvæmdadeild eru að vinna með. Þannig að við erum vissulega að vinna að því markmiði að mælinni sýni ekki hættuástand. En ég get samfært alla að það er engin að blekkja neitt og halda því fram að mælinni sé bilaður ef hann sýnir eitthvað sem hann á ekki að sýna. Bæjarfulltrúi Logi Einarsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson. Ég vil bara leiðrétta það ef einhver misskilur það. Ég er ekki að tala fólk sem að reyna að blekkja við þannig. Ég er bara að segja það, ef við viljum að þessi mælar séu raunverulega virkir, þá er þetta ekkert stórkostlegt uppfinning að finna upp einhvern eftirlitskerfi til þess að fylgja mælarnum eftir. Við erum nú ekki alveg svona, þetta er engin heimspeki, held ég, að eiga þá bara fleiri mæla til vara og skipta þeim út. En ég held að það er svolítið erfitt að fylgja eftir háum mælingum, en ég tek það samt alveg undir það að við erum að gera vel og held því líka fram. Það var líka gott að mæla og eiga mælingarnar alltaf stöðugar. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti ágæti bæjarfulltrúi, bara örstutt, ég glemdi einu atriði áðan að því að bæjarfulltrúi, ég held að það hafi verið Logi Már sem kom með það til og við myndum taka bara málefni Vistorku hér til umræðu. Það langaði mig bara að leggja til og við fengjum bara Guðmund sjálfan, framkvæmdastjóra, og sem að væri með kynningu hérna fyrir okkur. Til dæmis er hann að afla gagna kolefnissporin og þannig að það var mjög áhugavert að sjá þau tölulegu gögn sem búið er að safna saman fyrir okkur til að vinna með áfram. Þannig að ég legg til að við fáum hann sem gest á þann fund og höfum umræðu í kjölfarið. Fulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbjörnsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, við sitjum nokkuð lengi í framkvæmdaráði og það hefur verið mikill áhugi þar lengi með Svifryksdæmið að við myndum fá alveg tölur yfir þessi mál. Þegar maður var að byrja 2010 í framkvæmdaráði þá voru 2 mælar á svæðinu sem Umhverfisstofnun átti og annað fór í Eyjafjallagosi og skipti hann bara bilað og kom aldrei aftur og síðan er búið vandræði með hinn. Ég held að það hafi nú verið metnaður hjá sveitarfélaginu að reyna að fylgjast með þessum málum og kannski hefur sá áhugi farið vaxandi með árunum. Ég hef sjálfur áhyggjur af svifryki, bara sem heilsufarsvandamáli. Og ég held að væri bara gríðarlega mikið að ég bara man ekki þessa tölu sem hefur verið umræði hvað þetta kostar sem mælar. Hvort það var 8 eða 10 eða 1,5 eða 2, þetta er búið að vera svona, það er svo marga tölu sem maður heyrt að. En mér finnst að væri mjög mikilvægt fyrir okkur að við myndum hafa upplýsingar það, bara eins og við erum að mæla hljóðvist í bænum, götur og annað hvernig hljóðvistin að við fengjum ítarlegri upplýsingar. Við höfum verið fyrst og fremst með þennan mæli þarna niður við
gatnamót hérna Glerárgötu og Borgarbrautar og Tryggvabrautar og þeim gatnamótum. En við höfum ekki mikið mælt hérna samanber Þórunnarstræti eða aðra götu þar sem kannski töluverð umferð og það eiginlega þær tölur sem hefur mikinn áhuga á. Og þetta náttúrulega mjög virk umræða hérna í bænum varðandi snjómókstur og hálkuvarnir, notkun á salti, blöndun á salti í sand sem gert í einhverjum tiltölulega litlum mæli hérna með þau gögn sem við fengið í Akureyri til hans hlutfallslega með í borginni, Reykjavík. En hérna, ég tek bara undir hérna, og það auðvitað þurfum við bara að fá upplýsingar þar til að ef við ætlum að bregðast við þessu. Og við vitum alveg að mikill sandburður hann býr til svifrykið og við vitum að nagladekkja notkun, en maður þekki kannski nákvæmlega prósentur hlutföllin hvað skapar vandamálið. En það eru náttúrulega ákveðin, menn geta sópað götubæjarins, menn geta þvegið götubæjarins og ég ætla að tala í framkvæmdaráði, ég man ekki hvað minnst á hérinni að fyrir mér ekkert endilega þannig að það endilega sópa alla götubæjarins einu sinni. Það kannski bara meiri áherslu á ákveðna götur og svona stærri götur að þar kannski tökum við þetta 2-3 yfir árið. Við vitum nú sirka hvar mesta svifryksmengunin er. Ég held að flestir hafi nú tilfinningu fyrir því hérna sem sitja hérna inni. En við kannski verið á full bara föst í því að bara sópa allt einu sinni. En ég hef alveg svona tilfinningu fyrir því að mér finnst mjög æskilegt að við skoðum samanber Þórunnarstræti, mögulega Þingvallastræti og svona umferðar meiri götur. Að við værum aðeins meira vakandi fyrir þessu það og þrífa þar með kantana og þessa götu þar sem að mesta umferðin er. Og hérna, þannig að ég vil bara neita því að við sem ekki eru vakandi úr þessu. En þetta klárlega bara ekki lægi hvernig Umhverfisstofnun hefur að tækla þetta. Svo því sem algjörlega haldið til haga. Það er náttúrulega bara skömma þessu. Þetta er ákaflega dapurskund að verið undanfarin á hvernig þeir hafa sinnt þessu skyldu sinni. Nú veit ég ekki hvaða nákvæmlega skildur þetta eru eða hvernig það eru skilgrendar eða hvort þetta þeim beri að sjá þetta hérna eða hvort þetta sé bara þeirra góðmennsku. Nú ef þetta er að þeirra góðmennsku og þeir bara standa sig ekki betur en þetta, þá er það nákvæmlega eins og Guðmundur Baldvin bæjarfulltrúi eða Preben eða hvernig við sem farið með það, að þá bara verðum við að kaupa þetta sjálf. Ef þetta er bara rekið á þeim forsendum að þetta sé eitthvað tilfallandi verkefni Umhverfisstofnunar að koma upp svifryksmælum þannig að getur fylgst með þessu í bænum. Þannig að það væri þá kannski, og kannski eru ykkur bæjarfulltrúi sem hafa þá eða bæjarstjóri, hvert er hlutverk Umhverfisstofnunar varðandi svifryksmælingar? Takk. Bæjarfulltrúi Njáll Trausti Friðbjörnsson hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að fara að lengja umræðuna mjög mikið hérna. Mér langaði aðeins að koma upp og tipla svona aðeins á nokkrum atriðum. Ég vil nú byrja á því líkt og aðrir að þakka Dagbjörtu Pálsdóttur, formann umhverfisnefndar, kærlega fyrir góða yfirferð, en ég vil einnig líka kannski taka undir orð bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar sem kom inn á það að við þurftum kannski að ræða stórumálin sem við svo sem höfum líka farið inn í umræðina hér. En það er líka mikilvægt að tipla á þeim litlu sem að formaðurinn gerði hérna ágætlega áðan og fór líka aðeins fram á veginn hvað er nauðsynlegt að gera. En ég vil taka undir áhyggjurnar af útbreiðslu skógarkelfis og lúpínu og hversu mikilvægt sé að bregðast við með markvissum aðgerðum. Svo ég tala nú ekki að Bjarnaklón er líka einnig farin að dreifa sér víðs vegar landið okkar. Að ég myndi alveg, ég ætla að tekja undir þetta og leggja áherslu á það að við förum í þetta. Varðandi klippikortin þá fagna ég því að þetta virðist vera bara nægjanlegt magn sem við áætluðum. Það var miklar umræður hérna þegar við fórum af stað með verkefnið, hversu margir rúmmetrar ætti að vera á þessu klippikorti og það er bara gott að heyra að þetta er ágætlega áætlað hjá okkur. Varðandi stóru málin þá er það umhverfis- og samgöngustefnan. Ég vil nú bara nýta tækifæri fyrst ég er komin hérna upp og þakka formanni umhverfisráðs kærlega fyrir velunum störf varðandi umhverfis- og samgöngustefnuna. Hún hefur haldið virkilega vel utan þessa vinnu og staðið sér bara mjög vel. Ég hlakka bara til þess að klára þessa vinnu með henni núna á haustmánuðum, en meira var það ekki. Takk hérlega. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Tekur næst til máls Dagbjört Elín Pálsdóttir, formaður umhverfisnefndar.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Takk kærlega fyrir öll ummælin og mér langar í staðinn fyrir að svara kannski hverju einu að bara taka þetta í svona smá yfirferð af því að mikið var kannski sömu spurningar og svipar vangaveltur til að lengja fundinn ekki enn fremur. En varandi Grendavillina og eins og kom hérna inn á með leið A, þú veist, hvaða leið ætlum við að fara, þá eins og var nefnt hér að þá endurskoðun 2018 og það samt, þetta hefur gengið mjög vel. Þetta sérstæða hér á Akureyri og árangurinn ekki síðri. En auðvitað eru gallar á þessu kerfi eins og öðru. Og kannski helst að við vitum þá að sorphirðu kostnaðurinn mun aukast. Og það þá líka pólitísk ákvörðun sem við þurfum að taka. Það eitthvað sem við viljum? Viljum við auka kostnaðinn til að koma þeirri leið á koppinn? En ég samt alveg sammála sjálf. Ég væri alveg til í að hafa þessar tunnur við. Það hefur alltaf svo sem verið okkar að vilja það en svo bara spurning hvað við gerum í framhaldinu. Og eins og ég segi, það líka ákvörðun sem bara þarf að taka. Hvað ætlum við okkur að gera? Varðandi svifrykið og umræðan hefur verið mikil það og þessar 2 mæla sem Umhverfisstofnun á. Ég svo sem ég veit ekki til þess og aðrir geta þá leiðrétt með að það ekki rétt en að okkur grunar að Umhverfisstofnun hafi raunverulega ábyrgð þannig sé á. Þetta var sett inn á fjárlag 2008 okkur minnir og þá voru keyptir þessi 2 mælar fyrir Akureyrarbæ og við í raun og veru borgum þjónustu til þess að fá gögnin inn á heimasíðuna. Þannig að Umhverfisstofnun hefur kannski ekki beint neina skyldur að gegna gagnvart okkur. Þannig að það pínu okkar. Nú vitum við að þeir eru búin að vera að bila mikið og mér finnst frábært að heyra frá bæjarfulltrúa Guðmundi að það sé kannski á döfinni að kaupa hreinlega mæla sem Akureyrarbær eigi. Auðvitað það alltaf vænlegast þeirra árangurs að við getum átt á og stjórna þeim sjálfum og við vitum. En verðbilið, við erum að tala 6 til 8 milljónir króna á mæli og þá erum við að tala lágmarkið. Við getum alveg farið hærra en það líka eins og ég segi, það bara eitthvað sem við þurfum að taka ákvörðun hvort að við bara hreinlega gerum og tökum bara ábyrgð á þessu sjálf. Að mælirnir séu í lagi. Þannig að við sem Akureyrarbær bara eigum mælina en ekki Umhverfisstofnun. Það var líka nefnt þetta með Vínarbæjarráðstefnuna eða loftslagsráðstefnuna. Ég hef svo sem sjálf bara verið á einni sem var í fyrra í Rannes og bara tekið þátt í að undirbúa þá sem núna. En það sem mér fannst kannski helst náttúrulega að það þessi í raun og veru að miðla reynslunni á milli sveitarfélagana. Hvernig þau eru að gera það, hverjar þeirra hugmyndir og stefnur eru. Það náttúrulega allt aðrar hugmyndir hjá þeim af því að þau glíma ekki við sama vanda og við. Þau glíma við allt öðruvísi vanda varðandi hlýnun jarðar og annað. Og það mikil hugmyndavinna sem fer fram og skoða alls konar fyrirtæki og jarðvinnslur og vindmyllur og allt þetta. En ég alveg sammála það væri og vonandi í haust að þá geta bara allir tekið þátt í þessu með okkur til að sjá út á hvað þetta gengur. Og ég bara vona að það verði bara komi mjög margt út úr því af því við ætlum við bindum vona okkur við að hafa CO2 neutral free eða how can we do it og varðandi moltu þá komið það sinna moltu og það sem ég sit nú í stjórn moltu að þá ég búin að taka þetta ófáa sinnum upp á stjórnarfundum og það bara ég held með hvernig
Ég held að það sé ekki inn í myndin að fara að lækka gjaldskrána af því að Molta er náttúrulega fyrirtæki og Molta það líka standi undir kostnaði. Og þótt að það hafi verið hagnaður þá veit ég veit ekki af hverju, þeir geta ekki, en auðvitað er þetta náttúrulega bara á rekstra grundvellinum er þetta vist ekki hægt og ég veit að þetta heggur pínu undir fyrirtækjum að vilja freka fara mig til urðunar heldur en að senda í Moltu og það er ótrúlega sorglegt, mjög sorglegt. Og spurningin er bara hvað getum við gert, við sem erum kannski meiri hluta eigendur í Moltu. Er það eitthvað sem við getum komið að? Varðandi Grímsey að þá er áætlað að hluti að þessum 2 milljónum sem við höfum í hreinsun átaki í ár fari að hluta til Grímsey. Þannig að, já, og í raun og veru þá er margt varðandi loftgæðastefnu, aðgerðaáætlun og ýmislegt. Það er náttúrulega bara í vinnslu bæði loftgæðastefna og umhverfis samgöngustefna og þar kemur alveg ótrúlega margt inn í. Og það er einhver kannski það helsta sem við höfum verið að vinna í. Þannig að, en já, ég held þessi svona komin yfir flest. Fyrir utan lúpinu og skógakerfilinn og við erum algjörlega sammála en það sem okkur skortir er bara fjármagni. Þetta kostar pening og en við reynum að vinna eins vel og við getum. Takk fyrir. Dagbjört Elín Pálsdóttir, formaður umhverfisnefndar hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Þess að enginn hefur kvætt til ljós á þessu dagskrárliður lokið, segjum þessu dagskrárliður lokið